Skynfæri. Skynfæri eru þau líffæri og frumur sem skynja umhverfi okkar, gera okkur kleift að vita hvað er í gangi í kringum okkur. Taugafrumur í húðinni gera okkur kleift að skynja þrýsting, hita, kulda, snertingu og sársauka. Í nefi manneskju eru margar milljónir sérhæfðra frumna sem skynja lykt. Hundar eru með margfalt fleiri lyktarskynfrumur og eru því með betri lyktarskyn en menn. Hvernig væri lífið án snertingar og lyktar? Annað mikilvægt skynfæri er augun. Með þeim sjáum við heiminn í kringum okkur. Ljós endurvarpast frá hlutum í kringum okkur í gegnum sjáaldri fremst í auganu. Þaðan fer það í gegnum augnasteininn sem er eins konar linsa sem við notum til þess að fókusa á hluti. Ef hlutur er nálægt okkur er augnasteininn kúptur og ef eitthvað er langt frá er hann flatur til að fókusera á hlut langt frá eða nálægt okkur. Þú getur prófað að halda fingri fyrir framan þig í svona 20–30 cm fjarlægð. Ef þú horfir á fingurinn þá fer landslagið úr fókus. Ef þú horfir svo á landslagið í bakgrunn þá fer fingurinn úr fókus. Fyrir innan augnasteininn er glerhlaup, glær vökvi sem ljósi ferðast í gegnum. Aftast í augnabotninum eru svo skynfrumur augans, keilur og stafir. Keilur greina liti en stafirnir aðeins svart og hvítt. Aftan við skynfrumurnar er svo sjóntaugin sem liggur frá auganu að heilanum. Að lokum skulum við skoða eyrað, en það gerir okkur kleift að heyra. Ytra eyrað er það sem við sjáum. Það er eins konar trekt sem tekur til sín og beinir hljóðinu inn í eyrað. Þar fer hljóðið í gegnum hlustina að hljóðhimnunni. Hljóðið fær hljóðhimnuna sem er þunn himna sem fer að titra. Þessi titringur berst svo í gegnum minnstu bein líkamans, hamar, steðji og ístað. Titringurinn í heyrnarbeinunum valda sveiflum í kuðungnum sem inniheldur mikinn fjölda skynfrumna, sem síðan senda taugaboð með heyrnartauginni til heilans sem túlka þau sem hljóð. Mikill hávaði getur eyðilagt þessar skynfrumur og þar sem við erum aðeins með nokkur þúsund þeirra, þá er vert að fara varlega og hlífa eyrunum frá miklum látum. Eyrun eru þó ekki aðeins til þess að heyra með. Skynfærin fyrir jafnvægi eru í bogagöngunum, sem eru við kuðunginn í innra eyranu. Þetta eru 3 vökvafyllt göng sem eru með skynfrumum sem skynja hreyfingu á vökvanum sem senda skilaboð þá hreyfingu með jafnvægistauginni til heilans, sem svo túlkar það og sendir boðum líkamann til að halda jafnvægi.